Í fyrsta lagi þá heyri ég það að það truflar marga hvað námsþættirnir hafa líkheiti og svæðin og sviðin í aðalnámskránni. Ég er búin að heyra það töluvert mikið núna, en það má það bara svona aðeins að opna fyrir það, já, þetta og eins og einhver áðan, hún þurfti bara að sjá efnisyfirlitið og þá sá hún, já, við vorum að taka þættina í leikskólanum. Þess námsþættina þar, skapandi, eða námsviðin þar, já, svo komu stoðirnar eða sem heita núna þættir, sem hétu stoðir þannig að maður þarf bara aðeins að klippa á milli. Síðan sem sagt spurningin það sem gerist næst. Í dag það svolítið gaman að segja frá því að þetta nú þetta þriðji fundurinn sem eiginlega með þessari aðferðafræði og hver einasti fundur ólíkur síðasta fundi. Og til dæmis á fundurinn í dag þá höfum við heyrt að það töluvert mikil umræða við borðin og það meiri umræða og færri miðar heldur voru fyrir sunnan á borðunum. En það bara allt í lagi, það ekkert sem segir og það sem náttúrulega hugmyndin og markmið að fá fólk til að opna umræðan, hvað þýðir þetta sjálfbærni, hvað þýðir þetta læsi í stoðunum og hvernig á það að fléttast inn í allt starfið og hvernig eigum við eins og vísindi, jafnrétti vísindi. Hvernig til dæmis, ef við hugsum jafnrétti, erum við að tryggja aðkomu barnanna eftir kyni að vísindaefni eða erum við kannski líklegri til að leggja áherslu á það að strákarnir sé einhver svona vísindalegu og stelpurnar í einhver svona skapandi? Þetta er svona umræðefni sem við tökum þegar við förum að skoða jafnrétti vísindi, jafnrétti leikur. Hvernig leik eru börnin í eftir til dæmis kyni? Hvað er lýðræði í leiknum? Mannréttindin, og sjálfbærnin. Þannig ef við förum og skoðum starfi í leikskólanum í anda þessara stoða eða þátta, þá þurfum við að setja upp svolítið öðruvísi gleraugu. Það má eiginlega segja að grunnstoðirnar séu svona eins og gleraugu sem við eigum að skoða, við búum til markmið og leiðir fyrir það sem inn í aðalnámskránni og svo notum við gleraugun á og segjum, já, við erum að vinna með sjálfbærnina á þennan hátt í öllu starfinu. Er ég að fara of langt einhvern veginn yfir? Þannig að mér hætti til eins og sem við vita. Þannig að en það sem við ætlum að gera næst það sem við ætlum ekki að gera hér á þessum fundi, en við bara sýnum hvernig hægt að gera út í leikskólum, það að næsta skref væri þetta forgangsraða hugmyndunum sem voru komnar á borðið. Af því við ætlum kannski ekki að gera alveg allt og við viljum velja út bestu hugmyndirnar. Og þá gætum við valið og ég með 2 tillögur af forgangsröðum. Það annars vegar að búa til svona litakóta sem við verðum með strax, svona nánasta framtíð og svona það sem draumurinn. Vitið, rútan draumurinn hjá mörgum örglega. Ég heyrði að hann mista á einhverju borðinu Og en það sem við getum gert strax eða fljótlega eitthvað sem kannski bara spurninginu viðhorfsbreytingu eða einhverja litla breytingar hjá okkur sjálfum, kostar ekki annað heldur en að hugsa upp á nýtt. Svo það sem næstu framtíð, það kannski eitthvað sem við þurfum að leggja aðeins meiri vinnu í og hugsa og breyta og svo kemur draumurinn. Og þetta svona ein tegundaflokkun. Næsta flokkun, og þá að búa til svona 4 fleti, maður getur líka lagt út 4 A4-blöð og búið til svona litla örvar þar sem stendur ávinningur og flækjustig og þá velum maður, mikill eða lítill ávinningur af þessari hugmynd? Mikill eða lítill ávinningur af hugmyndinum til dæmis leikskólarútuna? Jú, við skulum ákveða að það sé mikill ávinningur, en við segjum líka að sé hátt flækjustig. Þannig að þá væri það á bláum. Þannig að það eitthvað sem þá það svona draumurinn. Það einhvers staðar sem einhvers staðar inn í framtíðinni, við kannski förum ekki að gera það á morgun. Ef það eitthvað sem við segjum að við ákveðum að það væri engin ávinningur þessari rútu, það væri bara vandamál að fá hana og flækjustigið við að fá hana væri líka gríðarlega hátt, þá myndum við ákveða að hún væri rauð og þá þetta það eitthvað sem við myndum kannski svona allavega sópa út á borðinu til að byrja með. Við erum ekki að fara að eyða orku okkar í eitthvað sem lítill ávinningur af og hátt flækjustig að framkvæma. Og svo þetta það sem grænt, það sem mikill ávinningur og lágt flækjustig, það eitthvað sem við hljótum að vilja ef það lágt flækjustig
og mikill ávinningur, þá hljótum við bara að gera það helst á morgun. Flækjustig, bara framkvæmt, flækjustig bara hugsunin sko, hversu flókið að framkvæma það. Flækjustigið þú veist, ef eitthvað segjum eins og Tökur eitt til dæmis það að öll börn ættu að fara í fjöruferð. Það getur verið mikill ávinningur að kynnast fjörunni, en það getur verið bæði bara að finna réttu fjöru, finna faratæki til að fara í fjöruna, passa að fjara sig ekki mengu, bara fullt af einhverjum hluti sem að þá það kannski hátt flækjustig, en mikill ávinningur. Þannig að það svona það sem að þannig við reynum svona að hugsa þetta út frá flækjustig og ávinningi. Það. Ævi. Segir það eftir. Segir mér og eftir, segir hún. Hún klær bara hérna að mér. En allavega, og þá erum við líka búin að búa til svona blað. Og þetta allt saman það fá allir, hafa allir eftir einhverja viku, 2 vikur aðgang að svona blöðum fyrir sig. Og blaðið, þetta aftast á hérna hjá lóðsónum, lóðsarnir eru með svona blað núna. Og þetta þarna setjum við kannski stutt heitið, þetta eins og einhver sagði í gamla dag heita markmið og leiðir í leikskólanum. Man getur líka heitið, aðgerðin gæti verið fjöruferðir allra. Og síðan kemur hugmyndaverkefnið að öll börn ættu að fara í fjöruferð minnst kosti einu sinni í mánuði og svo kemur eitthvað hvað ættu að fara að gera í fjörunni kannski eða eitthvað slíkt og við kannski jafnvel setjum eitthvað inn bæði hugmyndina og svo eitthvað meira, þekkja bóluþák og beltisþarf og eitthvað fleira. Ég held að vaks ekki mikið meira hérna. Ég reyndi einhvern tímann að fara í fjöruferð. Og síðan þetta hver ber ábyrgð á að koma í framkvæmd einstaklingur eða hópur, þannig að ekki það hver á að gera það, heldur hver á að bera ábyrgð á því að þessi hugmynd lifi. Af því að ef enginn ber ábyrgð á því hugmyndi lifi, þá get ég alveg sagt ykkur hún drefst eins og undir eins. Af því að það þarf einhver svona að halda, einhver sem svona kannski brennur fyrir eða hefur áhuga á þess að hann sér til þess að hugmyndi lifi. Þetta var það sem við ákváðum. Og þarna getum við líka merkt við bæði notað þetta kerfi, hvort kerfi sem næstu framtíð bara strax eða draumur, eða ákveða að merkja við ávinninginn. Og þegar við erum búin að merkja við og við förum í gegnum svona blöð og sjáum það að það alveg gríðarlega mörg blöð sem með mikinn ávinning og lágt flækjustig, að þá auðvitað förum við og kannski forgangsröðum út frá því. Þá sjáum við, ef það mikill ávinningur af einhverju, það bara verulega gott fyrir okkur að gera það. Og það ekkert mjög flókið. Þá ekkert sem segir það við eigum að þurfa að geyma frá næsta ár. Og síðan sem bjóðum við til blað á eftir, af því að skólanámskrágerðin, við vitum öll að námskráin, það 2 hliðar námskráni. Það það sem við ætlum að gera og svo hvernig við ætlum að meta það sem við höfum verið að gera. Og þess vegna með því að gera þetta svona, þá kannski komumst við hjá því að hugsa bara í því sem auðvelt að meta. Þannig erum við að setja niður hugmyndir af einhverjum verkefnum, getum við jafnvel verið mjög flókin, kannski það að skoða hvernig kynin nálgast út í leiksvæðið. Gæti verið, bara sem dæmi, á hvaða stöðum í garðinum eru strákar að leika sér, á hvaða stöðum eru stelpur að leika sér, með hvernig leikefni eru stelpurnar að leika sér, með hvernig leikefni eru strákarnir að leika sér. Það gæti verið hugmynda af verkefni. Og þá, erum við í leiðinni að búa til viðmiðin fyrir matið. Þannig að næsta blað, þá sama, það bara hinum megin á sama blaði, að þá þetta mat á aðgerðið eða verkefni. Þá myndi maður skrifa litla stutta skýrslu að það hefur komið í ljós að stelpurnar sækja á eitthvað svæði þarna og strákarnir sækja á þetta svæði og þau leika sér saman með þetta og bla bla bla. Og þá erum við líka komið með raunverulega mat á og þarna getum við líka í framhaldi af þessu getum við annaðhvort verið búin að ákveða að breyta eða næsta skref að búa til nýja miðum hvernig við ætlum að breyta. Þannig að og þarna líka dagsetning og þarna líka svona hver bara ábyrgð á því að skoða þetta eftir á. Þannig að við erum að búa til svona auðvelda aðferð sem krefst ekki mikil meira heldur en blýantblaðs og hugsunar til að bæði að vinna með skólanámskrána og að vinna með mati sem náttúrulega mjög mikilvægur þáttur af skólanámskráni. Við vitum það alltaf að við þurfum einhvern veginn að sýna fram á við sem að gera sem við segjumst vera að gera, ekki satt?
Og þetta er svona leið til að sýna á einhvern hátt fram á það hvað við erum að gera og skráða niður. Þannig að og þetta komum við til með að setja inni í handriti og ég kann örugglega til með að skrifa einhverja leiðbeiningar inn á milli. Handritið ekki það að geta leikskólarnir hérna á Akureyri hafa fengið eins og það er núna. Af því við vorum með smá fund hérna í síðustu viku. En aðrir hafa ekki fengið það sent og koma til með að geta nálgast það á heimasíðunni. Og þetta getið þetta fengið að hjá Fjólu örugglega ef þið sendir inn póst. Þetta eins og þetta lítur út núna. Þannig að ef þið hafi áhuga. Þannig að hugmyndin er að maður geti bæði nýtt þetta til þess að gera, búa til svona verkefni fyrir skólanámskrána, búa til stefnuna, hvert viljum við stefna, hvað við sjáum við skólan okkar eftir 5 ár, 10 ár, 15 ára, hvað sem fólk er að hugsa og hvernig getum við séð að við höfum náð því sem við ætluðum okkur. Hvað er klukkan? Það er spurning hvort þið viljið nota svona smá tíma bara og æfa ykkur í að útfylla þetta blað sem er aftast hjá lósunum, bara velja ykkur, bara ekkert að eftir þessum, bara velja ykkur eitthvað verkefni sem þið voru að hugsa um. Bjóðum líka fyrirspurnir. Já, ég ætla að bjóða líka upp á fyrirspurnir og svo eitt í viðbót ég ætla líka að tala hluta af því sem er búið að mjög mikilvægt hérna í dag er bara umræðan sem eru átt sér stað ykkar í milli. Það að þið séu bara búin að vera að ræða á fullu hugtökin sjálfbærni, læsi, samskipti, að vera að ræða það námskrána og opnar auðvitað á það að mann fara að hugsa um hana og það er líka hluta af markmiðinu að við förum öll að hugsa um hana bara á einhvern hátt. En einhverja fyrirspurnir eða viljið bara langar ykkur að pröfa svona? Það er spyrja einu. Ef við notum þetta, þú veist, við skólanámskrárgerð í okkar skólum, þá er ekki svolítið vont að borðstjórinn eigi að vera hlutlaus og ertu með einhver tricks til þess að leysa það? Ég pröfaði svona fund og var sem sagt borðstjóri og allir stjórarnir voru borðstjórar og ég sá þá að það kom ekki eins vel út eins og ég, af því að þetta var fólki sem hafði svona svolítið stórar hugmyndir. Var búin að vera að hugsa, veist, það fyrir að borga fyrir það að hafa sín og hugsun og allt það. Og þá fór ég að velta fyrir mér annarkvort að einhver annar var tækið að sér eða þá að stjórarnir gætu haft, og ég hugsa ég skrifið þannig í leiðbeiningarnar, að stjórarnir gætu verið búin að búa til miða sem þeir legðu inn þó þeir taki ekki þátt í umræðinni. Veist að þú getur verið búin að búa til slatta miðum af því þú veist náttúrulega hvað spurningin er og þú getur fengið að leggja þína miða inn þó sért stjóri þó þú sért ekki síðan að fylgja því eftir með rökum og taka þátt í umræðinni. Svo auðvitað náttúrulega held ég að þegar að fram í sækir þá held ég að stjórarnir kom alveg, maður þarf bara kannski að beita sjálfan sig svona ákveðnum aga sem þá borðstjóri ef maður ætlar að vera þátttakandi í umræðinni og bara svona gleyma því ekki að maður er fyrst og fremst til að hlusta. Þannig að ég held að stjórarnir kom einhvern leyti til með að taka þátt inn í leikskólum, sérstaklega á minni stofnunum, þá held ég að verði þannig. En trixið er held ég annarkvort að reyna að fá, ég lagði til einhver staðar að fólk myndi kannski reyna að skiptast á að lósa í skólanum hjá hvort öðru. Mér fannst það náttúrulega alveg rosalega góð hugmynd en ég veit ekki hvort að fólk er tilbúið til þess. En ef það er ekki tilbúið til þess, þá held ég að það sé svona næst best að reyna að fá einhverja aðra heldur en stjóran alltaf að vera að lósa. En lósarnir verður auðvitað gangast undir sömu reglur aðrir við borðið eða þá að gera það þannig að þeir taki þátt svona eins hóvarleg og hægt er. Þannig að en þið sjáu það skiptir máli, hugtakið lóðs, ég var líka að spyrja það í gærkvöldi, hvaðan það kæmi. Þetta er gamalt orð úr íslensku og í íslensku sem að tengist í að lóðsa skip til hafnar. Og sá lóðsinn, hann hefur það hlutverk að koma skipinu örugglega í höfn. Og það getur tengst hafnarbakkanum á öruggan hátt. Og það er kannski það sem er hugsunin á bak við lóðsana hér, er að þeir sjá það umræðan renni, að það fái allir að njóta sín, að það sé sem sagt að vera þessi hópur vera sá sem að svona lóðsar og er ekki, hann er ekki afgerandi, en hann sér svona öllu líði vel. Og það er kannski það sem er hlutverk lóðsins. Fleiri spurningar? Dun, dun, dun.
Það eru nokkra myndur, ef þið viljið pröfa að gera eitt svona blað, þá svona gefa okkur svona 5 mínútur í það og svo tekki bara Fjóla, Helga María við fundinum aftur. Ef að gefa okkur svona 5 mínútur í að búa til eina hugmynd.